Viska til frelsis, 7. kafli, sannleikurinn. Hinu jarneska lífi má líkja við nám í krefjandi skóla. Námið er víðtækt og margbrotið og áskoranirnar eru margar sem mæta nemandanum. Hann er sálin, þitt sanna sjálf, sem líkamnast mörgum sinnum í mörgum lífum og eru viðfangsefnin ólík allt eftir aldri sálarinnar og þeirra reynslu sem hún vill öðlast frá lífi til lífs. Ekkert líf er eins og verkefnin eru miskrefjandi. Lífsýn og skoðanir breytast með hækkandi sálna aldri. Líkt og í skóla þá þarf að klára einn bekk áður en hægt er að fara í þann næsta. Sum verkefni taka sálina mörg líf að klára og er það undir hverjum og einum komið hversu hratt hann fer í gegnum hvert bekk. Það eru engar flýtileiðir á leiðinni, aðeins þitt eigið framlag sem hjálpar þér áfram veginn. Að fara í hærri bekk er merki andlegan þroska og hærri meðvitund. Eitt stærsti hluti námsins snýr að því að takast á við þær tilfinningar sem koma upp sem að mestu leyti tengjast samskiptum við annað fólk. Þegar sálin kemur í líkamann, tekur það mörg ár að þroskast og vaxa frá því að vera ungabarn í að verða fullorðinn einstaklingur. Á þessu þroskaferli samlagast hugur og líkami. Við lærum að tjá okkur með orðum og lærum að skilja töluð orð. Síðan lærum við að lesa og skrifa. Allt krefst þetta æfinga og þjálfunar og er sama ferlið í hverju lífi. Í uppvextinum kemur innræting frá foreldrum, skóla og umhverfinu sem mótar einstaklingin og hefur áhrif á skoðanir hans og lífsýn. Þessi innræting er missterk og varir mislengi á lífsleiðinni. Flestir ná að hrista af sér þessa innrætingu úr barnæsku í kringum 30 og byrja þá að mynda sér sínar eigin skoðanir á lífinu og tilverunni. Uppeldið og uppvaxtarárin eru mikilvæg þáttur í þroska sálarinnar. Áður en sálin líkamnast hér á jörðinni hefur hún í farteskinu ákveðin verkefni sem hún ætlar að takast á við og leysa úr til að ná þroska og halda áfram. Þessi verkefni eru miskrefjandi og taka mislangan tíma. Til að hjálpa sálinni að takast á við verkefni sín þá velur hún sér foreldra, ættingja og vini áður en hún kemur til jarðarinnar og munu þessir einstaklingar hjálpa henni og beina henni á réttar brautir svo hún ná að leysa og takast á við verkefni sín. Að upplifa ólíkar aðstæður og kringumstæður getur verið áskorun sem þarf síðar að leysa úr. Þetta geta verið áföll af ýmsu tagi sem og sigrar og velgengni. Eins og áður sagði eru flest verkefnin tengd fólki og einstaklingum og einna mest nánustu ættingjum og vinum. Guð gaf okkur frjálsan vilja og getur við því farið okkar eigin leiðir í lífinu. Þó svo að verkefnin liggi fyrir áður en farið er á stað til jarðarinnar er ekki þar með sagt að sálin komist í að leysa þau verkefni. Hún getur auðveldlega farið af sporinu og í aðrar áttir en ætlað var. Þá er farið aftur á stað í annan líf og reynt á nýjan leik. Sálin hefur andlega leiðbeinendur sem hjálpa henni að skipuleggja næsta líf svo hún þroskist áfram og er þetta gert áður en sálin kemur til jarðarinnar. Leiðbeinendurnir fylgja sálinni gegnum jarneska lífið og beina henni réttar áttir í lífinu, henni til hjálpar til að ná markmiðum sínum. Oftast tekst þetta og verkefnin eru kláruð. Í jarneska lífinu eru ávallt 2 pólar, hvort sem það eru tilfinningar okkar eða jarnesk fyrirbæri. Sem dæmi, sól og máni, dagur og nótt, sorg og gleði, ótti og kærleikur, heitt og kalt, jákvæðni og neikvæðni, sannleikur og blekking. Þetta gildir allar okkar skoðanir og tilfinningar. Við getum verið glöð eða döpur, kærleiksrík eða illgjörn, bjartsýn eða svartsýn. Það er síðan hver og einn sem tekur ákvörðun hvoru megin hann ætlar að vera í lífinu. Eins og áður sagði
eru grunntilfinningarnar ótti og kærleikur sem eru andstæður og leiða af sér skoðanir, hugsanir, orð og gjörðir. Óttin er blekking innra með okkur en kærleikurinn er sannur. Það er síðan verkefni frá lífi til lífs að vera meðvitaður blekkingar óttans og læra að bæja honum frá og úr lífi okkar. Óttin stjórnar okkur og afvegaleiðir sálina frá markmiðum sínum og verkefnum. Jörðin er heimur blekkinga, ótta og sundrungar sem eru í raun andstæð við upplaf sálarinnar, sem er sannleikur, kærleikur og eining. Því getur jarðneskt líf verið krefjandi og margar upplifanir óbærilegar og erfiðar. Það eru ákveðin alheimslögmál sem gilda á þessari þroskaför sálarinnar, sem enginn kemst framhjá og allir verða að hlíta. Þessar reglu tengjast á engan hátt þeim lögum og reglum sem mennirnir hafa skapað og búið sér til hér á jörðinni. Eina meginreglunum er sú að allt sem þú gerir öðrum verður við yður gjört. Ef þú stelur eða brýtur á annarri manneskju, þá stofnar til skulda sem þarf síðan að gera upp með einum eða öðrum hætti. Margir getur haldið að sá sem stelur frá öðrum og er dæmdur saklaus sé þannig laus allra mála, en það er ekki svo. Hver og einn þarf á endanum að standa skil á gjörðum sínum, hvernig svo sem hann er dæmdur af mönnunum. Að lífi loknu er farið yfir lífið sem var að ljúka og viðkomandi fær að upplifa þær tilfinningar sem hann skapaði öðrum á lífsleiðinni. Þetta er til að kenna honum og þroska hann áfram. Annað alheimslögmál er að það eru engar flýtileiðir í þroskaferlinu. Hver og einn þarf að takast á við sín verkefni og klára þau áður en hægt er að halda áfram á þroskabrautinni. Því er það andlegu þroski okkar sem kemur okkur áfram og er það því hinn eini sanna velgengni sem er eilíf og stendur á styrkum stoðum. Æðsta markmiðið er að læra að bæja öllum blekkingum og ótta úr lífi sínu og opna augun fyrir sannleikanum sjálfan sig og umhverfi sitt. Opna hjarta fyrir kærleikanum og læra að miðla honum til annara með orðum, hugsunum og gjörðum. Frá lífi til lífs og smám saman slípust við til og náum þessu markmiði og klárum þar með jarðneskt líf og öðlumst eilíft líf og hringrás fæðingar, lífs og dauða endar. Þannig enda þær þjáningar sem tengjast hinnu jarðneska lífi. Sannleikurinn er oft á tíðum hulinn og vandfundinn í lífi okkar en blekkingin auðfundin. Sannleikurinn er eitt af upplægi sálarinnar og er það markmið hvers og eins að finna sannleikan og fylgja honum. Eins og sagt var, sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa. Sá sem óskar sér að lifa frjáls þarf að leita sannleikans. Fólk hættir til að blekkja sjálf sig í hugsunum og orðum og gerist það oft á tíðum ómeðvitað. Blekking og lygi eru oft ráðandi í samskiptum fólks. Fyrir marga er sannleikurinn óþægilegur að horfast í augu við og oft á tíðum ógnandi og því þægilegra að beita blekkingum til að koma sér undan óþægindum. Hvít lygi er hluti af því að komast hjá sannleikanum. Kennsla Jesú Krist byggðist á sannleika sem og kærleika. Sannlega segi ég yður og er það ástæða til. Það er jafn mikilvægt að lifa í sannleikanum sem á kærleikanum. Þessi tvö element eru upplag sálarinnar og vegurinn til Guðs og eilífs lífs. Þegar við segjum ósatt þá erum við að eitra okkur að innan og hindrum að kærleikurinn komist í hjarta okkar. Sem dæmi, 2 menn fara saman í ferðalag og koma síðan heim og segja ferðasögu sína. Þú heyrir 2 ólíkar sögur og spurningin er hver er sannleikurinn og hvað gerðist í raun og veru. Báðar sögurnar geta verið sannar og lýsa hvor aðili sig, sinni upplifun á ferðalaginu og því sem hann þótti spennandi og áhugavert. Þú munt aldrei vita hvernig þessi ferð var fyrir en þú hefur farið hana sjálfur og upplifað. Þá fyrst veistu í hjarta þínu hvernig ferðin var. Annað dæmi segir maður þér frá atburði sem hann hefur upplifað
og þú hlustar á mannin og þér finnst sagan vera ótrúleg og trúir henni ekki. Einhverju síðar færðu að upplifa það sem maðurinn var að segja þér frá og þá fyrst veistu að þetta er sannleikur. Margir eiga það til að segja viljandi ósatt til að koma sér undan erfiðum aðstæðum og eða til að hagnast á blekkingunum. Blekkingar fylgja hinu jarneska lífi og samskiptum fólks. Blekkingar eru í umhverfinu og má þar nefna fjölmiðla og fréttamennsku og yfirvöld þar sem hluti sögurnar er sagður og blekkingum beitt til að ná fram markmiðum sínum sem oft á tímum byggjast á að halda völdum og til að halda fjöldanum niðri. Einstaklingur getur valið að vera blindur á sannleikann í komanda lífi til að upplifa blekkingarnar og lifa fjarri sannleikanum. Fátt er það sem getur vakið hann upp til meðvitundar og sannleikanum sjálfan sig og umhverfu sitt. Þegar sálin er tilbúin mun koma sá tími að hún vakna til meðvitundar og augun opnast fyrir sannleikanum og þá er erfitt að sjá hann ekki. Þegar þetta gerist hefst hinn andlega vöknun og opnun og leiðin til lífsins hefst. Á þeirri leið opnast augun sífellt meira fyrir sannleikanum og blekkingarnar verða auðfundnar og séðar. Sá sem er opinn fyrir sannleikanum og sá sem er blindur á sannleikan eru ósammála það hvað er rétt og rangt og þannig leiðir blekkingin af sér sundrung meðal fólks. Lærðu að opna augun fyrir sannleikanum í umhverfi þínu, lærðu að þekkja hann þegar hann birtist þér, því þannig muntu þekkja blekkinguna þegar hún birtist. Lærðu einnig að þekkja sannleikanum sjálfan þig, hvað er innra með þér og lærðu að vera frjáls gagnvart blekkingunum. Vertu ávallt sannur og trúr sjálfum þér og öðrum. Eitt er víst að sannleikurinn mun ávallt koma í ljós.